Það eru 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skörpusund. Þá voru þorpin 3, nú er bara 1 eftir. Það var svona mikil forréttindi að fá að kynnast hér Hjalmar Hammerkvän, mínum reynslumesta veiðimanni Grænlands, og fá að vera með honum út í náttúrunni og fylgjast með honum og dokumentera líf hans. Þetta er maður sem hefur svona sjötta skilningarvit og er svona eins og hluti af náttúrunni. Dem, der kritiserer jagten, jeg tror ikke, man kan få dem til at forstå. De har jo kun deres egen verden, lille verden, og vi har vores store verden. Når de ikke vil forstå os, så kan vi ikke få dem til at forstå. De lever i deres egen lille verden. Mange mennesker. Desværre. Fyrsta sinn sem ég fór til Grænlands er ég líklega 17 ára og var að læra að fljúga. Og flugmennirnir sem fóru sjúkraflug eða leiguflug voru yfirleitt einir, þannig að þeim fannst gott að hafa eitthvað með sér, og eftir að hafa lesið heimskautafarana og ævintýrasögur af lífinu á norðurslóðum, þá var ég ekki alveg sáttur við það sem ég sá. Það voru ekki alveg þær hetjur sem ég hafði lesið um. En það átti eftir að koma síðar. Þegar ég fór til Kanakitúli út á hafísinn, og þá uppgötvaði ég hversu miklir töffarar þessir grænlensku veiðimenn eru. Og það var ekki eftir snúið að dokumentera það líf sem þar er. Það eru fáir menn sem ég hef kynnst sem eru svona tengdir náttúrunni. Hann er eiginlega bara hluti af náttúrunni. Og hann skynjar hér hluti sem að fáir vita um. Hann gengur eiginlega á blaðsíðunum í bókinni sem við hinn lesum um þær breytingar sem eiga sér stað hér á norðurslóðum. Þeir eru nú sjaldnar spurðir, þessir menn sem að það gera. En að fenginni reynslu þá eru fáir sem slá honum út þekkingu. Isbjørnen, det er et dejligt dyr. Altid spændende, når man er efter den. Eller når den kommer. Jeg tror, den er meget, meget klog. De gamle isbjørne. Meget kloge.